Verktakafyrirtækið Finnur ehf. Á Akureyri nokkuð áberandi á véla- og verktakamarkaði bæjarins. Starfsstöð fyrirtækisins við Óseyri en Finnur starfar aðallega á Akureyri og á Eyjafjarðarsvæðinu. En 4 beinir kastljósinu sérstaklega að atvinnulífinu á þriðjudögum og að þessu sinni kynnum við okkur starfsemi verktakafyrirtækisins Finns á Akureyri. Þetta svona lítið jarðvinnufyrirtæki og sem já, við gerum eiginlega bara allt mögulegt sem fólk biður okkur hvort sem það að móka snjó eða helluleggja eða brasa í görðunum fyrir fólk eða... Hversu stórt fyrirtækið? Við erum 16 hérna allt árið kring og 20 hérna í sumartíma. Umsvið verktakafyrirtæki á borð við Finn, þau taka mjög gjarnan mið af umsviðum almennt í þjóðfélaginu. Já, þau gera það sko. Það náttúrulega, það betra að reka verktakafyrirtæki í dag heldur en í hruninu sko. Og þetta horfir allan mjög vel og verkefnastaðan góð. Í hvaða verkefnum þið helst þá núna þessa dagana? Núna við í svolítið snjóhreinsun ennþá í bænum sko, sem nú svona orðin, bærinn orðin svona þokkalega fær. Og svo við að vinna hérna í skautahöllinni inn frá að vera endurnýja gólfið þar allt saman og hérna það alveg mánaða verkefni þar sem við erum í. Það þó nokkuð stórt verkefni? Já, það alveg þokkalega stórt, allavega á minn mælikvarða. Hvað það sem að þið sjáum þar? Við erum sem sagt að plasta sem sagt allt húsið á innan fyrir undirbúningu fyrir verkið og tökum burtu gömlu gólfplötuna og jarðvegsskiptum þar 2 metrón í jörðina og keyrum möl inn í og jöfnum undir og gerum klárt fyrir pípulagningamanninn. Það vekur athygli að þú aðalega með stóra traktora en ekki vörubíla. Hvers vegna það? Já, þetta náttúrulega bara þannig að það var enginn í þessu þegar ég stofnaði þetta fyrirtæki og ég vildi bara vera svolítið öðruvísin hinnir og vera kannski ekki að reyna að býta eitthvað af einhverjum öðrum, reyna að búa mig til einhverja smá sérstöðu sem að tókst bara ágætlega og þeir eru ódýrir og góðir í rekstri hérna innanbæjar en ónothæfir út á vegum, þjóðvegum sko. Enda kaupi ég öll aðföng bara hérna inn í bæinn og nota það svo við að deila á staðina sem ég að vinna á. Þannig að þú aðalega í bænum á Akureyri? Já, ég fer nánast ekkert úr bænum. Þannig ég fer á Siglufjörð og eitthvað svona hérna, bæina hérna eitthvað smá í kring, ekki mikið samt. Finnur segir að veturinn sé gjarnan nýttur til að undirbúa ýmis tæki fyrir sumarvertíðina en vetramánuðirnir fari aðalega í snjómokstur enda sér Finnur að stórum hluta snjómokstur fyrir Akureyrarbæ. Veturinn hefur verið afskaplega snjóþungur á Akureyri sem kallar á mikinn mokstur. Jón Jóhannsson vinnur hjá Finni og það hefur verið nóg að gera hjá Jóni. Já, við erum aðeins búin að fá að finna fyrir í vetur. Hvernig vinnið þið núna? Byrjið þið snemma og endið seint? Nei, núna byrjuðum við svona 7:30 og hættum 4, 5, 6. Það svona, eftir að tíða ferði skánaði þá minnkar vinnan aðeins. En þetta gríðarlegur snjór víða? Já, hann sumstaðar mjög þungur. Þið eru núna svolítið mikið að vinna, sýnist mér svona í þröngum götum, þar erfitt. Já, það mikill snjór og mikið búið að móka upp og þröngt. Þyrfti að fara að keyra úr, sem maður segir. Ykkar aðstæður, þær svolítið misjafnar? Já, það má segja það. Það alveg þannig, sko. Það þröngt en svona margir taka tillit til okkar og aðrir mættu líka að gera það. En þið fáið stundum skammir? Já, við fáum skammir. En svo líka tekið vel á mót okkur og kemur fyrir að mann bara búið í kaffi og kleinur og allir ánægðir að sjá okkur líka. Hvað með til dæmis trjágróður? Þetta hreinlega bara skemmir tækin og stundum eða hvað? Já, það þyrfti alveg að taka skurk í því, sko. Það dýrt að endurnýja spegla og ljós og loftnett. Það mætti taka skurk í því. Þetta stendur víða fram við lóði, sko. En það hlýtur að vera mikilvægt að það séu vanir menn sem eru að moka. Já, það alveg þannig. Það bæði að snjórinn fari á rétta staði og tímasparnaður fljótari. Þannig að
það vinst hraðar svoleiðis. Hvað með svona opin svæði sem að þið eiginlega bara verðið að hafa þess að það losi ykkur við snjó? Já, þeim er farið að fækka allverulega. Það er alltaf verið að þétta byggð og þá þrengir að okkur með snjólosum. Þannig að það er svona meira farið að keyra í burtu en mætti vera meira sko, en það vantar svæði til þess að losa á. En samt sem áður tala pólitíkusar nauðsyn þess að þétta byggð? Já, þetta stangast á, það er kannski ekki alveg hugsað dæmi til enda, en það þarf að finna einhverjar lausnir. Þið þurfið að þekkja hverfin það vel og vita hvar kantsteinar eru og svo framvegis. Já, það kemur með æfinguna sem maður segir. Þetta, já, þeir finnast á endanum sem maður segir. Svona, það sem að er mikið talað núna, salt eða sandur, hvað segir þú? Sandur. Hvers vegna? Ég held bara að það fer betur með tækin sem við eigum og bíla og annað slíkt og maður sér það að það verður svona götur verða svona hálfgert duft í þeim þegar þetta íbúðagötur þegar þeir eru farnir að setja saltblandaðan sand í það sko. En miðað við hvernig er mokað víða núna, það er klaki mjög víða, er ekki alveg bara kristaltært að það þarf mikið sand í vor? Jó, það er náttúrulega segilega pínu sjálft sko, gæti orðið þannig. En við náttúrulega gætum losnað við klakan ef við mókuðum meira, oftar. Er það skemmtileg vinna? Já, öðruvísi væri maður ekki í þessu sko. Það er þannig.